Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, Ég stattur á Reykjavíkurflugvelli hérna í Vatnsmýrinni í höfuðborginni sjálfri. Nú það hefur verið tekist á þennan flugvöll í ár og áratugi. Nú hefur borgarstjórn Reykjavíkur samþykkt að rétt sé að flugvöllurinn fari. Skipulagstillögur sem fela þetta í sér hafa verið samþykktar í borgarstjórn og eru nú komnar í auglýsingu og nú gefst landsmönnum tækifæri til þess að gera athugasemdir við þetta skipulag. En eru það ekki eingöngu höfuðborgarbúar sem hafa rétt til þess að gera athugasemdir? Nei, raunlega það sem er að gerast í þessu ferli að borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í byrjun júní að auglýsa nýja aðskipulagstillögu fyrir Reykjavík sem á gilda til 2030 og þar inn í henni að völlurinn fari. Nú skipulagslög eru þannig á Íslandi að það geta allir landsmenn gert athugasemdir við skipulag ef þeir í landinu, ef þeir finnst það með þeim hætti að það hafi áhrif á þá. Og við teljum í þessu máli að þetta sé nú eitt af þeim stærri málum sem hefur nú áhrif á alla landsmenn. Þannig að við teljum með þessu hugmynd að menn geta komið athugasemd með undirskrift við þessa áskorun sem við erum með á vefsíðunni hjá okkur, að þá geti allir landsmenn tjáð sína skoðun í þessu máli og komið inn á framfæri. Er þetta svo eins konar þjóðaratkvæðisgreiðsla? Já, vissu leyti, það hefur nú verið beðið lengi það að þjóðum hengir nú að tjá sig almennt þetta mál með sínum hætti og það hefur ekki verið boðið upp að það hinga til. Þannig að þessi hugmynd þarna hafa menn geta komið sína skoðun. Það sem við erum að vonast til að gerist núna með þessari undirskriftasöfnun að þá komi vilji þjóðarinnar í ljós og við bara hlökkum til að sjá hvað kemur út úr því. Það var skoðanakönnun óformlega meðal borgarbúa árið 2001. Í henni tóku þátt minna en helmingur af þeim sem var fyrirfram lagt upp með að þyrfti til þess að hún yrði marktæk. Engu að síður hefur þessari skoðanakönnun verið hampað í meira en áratug sem einhvers konar niðurstöðu og þó var niðurstaðanurinn rétt yfir 50% af þeim sem tóku þátt eða rétt 18% af borgarbúum sem vildu flugvöllin þar sem vildu flugvöllin í burtu. Og fjölmennasta undirskriftasöfnun sem við farið fram á Íslandi var IceSave 3 og það söfnuðu 61.000 undirskriftir meðal landsmanna og nú bara spennandi að sjá hvað næst að safnast í þessu máli. Markmiðið að ná svipaðri tölu? Já, ég tel það væri mjög æskilegt en þegar þú komið slíka tölu þá ertu nú farin að hafa áhrif á hlutina sko. Eins og staðan í dag og ég talaði hérna í dag að það lýðræðishalli í málinu í Reykjavík. Það eru 13 borgarfulltrúar af 15 í borginni sem standa gegn vellinum gegnum þetta nýja aðskipulag. En í nýjustu könnunum þá er 82% reykinga sem stendur með vellinum. Já, það hafa allir landsmenn rétt til þess að gera athugasemdir við samþykkt borgarstjórnar að loka flugvellinum hérna í Vatnsmýrinni. Það er ekki bara höfuðborgarbúar, enda er þetta höfuðborg allra landsmanna. Og Friðrik Pálsson telur jafnvel að það sé meirihluta fylgi fyrir því í höfuðborginni að flugvöllurinn verði hérna áfram. Ég tel fulla ástæðu til að ætla að svo sé. Auðvitað ætla ég ekki að dæma það. Það eru jú kosningar framundan, það eru prófkjör framundan. Ég á von á því að það muni hafa verulega áhrif á hvernig þau prófkjör fara í einstökum flokkum og jafnvel síðan kosningarnar sjálfar að hvað verður fram til Reykjavíkurflugvallar. Þetta er miklu stærra mál en svo að það verði breytt yfir það með einhverjum hætti. Þetta mun að mínum mati verða aðalmál prófkjörana og kosningarna. En við munum að sjálfsögðu halda þessu máli áfram vegna þess að við teljum þetta sé gríðarlegt hagsmunamál fyrir landsmenn alla og ekki síst Reykvíkinga. Já, Hallgrímur, þú ert í raun búinn að skrifa undir áskorun það að Reykjavíkurflugvöllur fá að vera áfram í Vatnsmýrinni. Hvers vegna stendur þessi viljiðinn til þess að flugvöllurinn verði hérna áfram? Ég á staðsetningu vallarins líf mitt að launa og því sjúkraflutningateymi sem flutti mig hingað frá Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri til bráða aðgerðar á Landspítalanum. Ég held að það sé hagsmunamál allra landsmanna að þeir geti sótt sér þessa læknisþjónustu sem hér er og aðeins hér í boði hvenær sem er og sá tími sem að tæki að komast frá flugvelli upp á Hólmsheiði einhvers staðar annars staðar eða jafnvel Keflavík og til sjúkrahússins hér tel ég allt og langan.
Segjum svo að þú hefur hugsanlega þurft að lenda með þinni sjúkravél í Keflavík. Var það kannski spurning hvort þú lifðir þetta eða ekki? Já, ég held að mat læknanna hafi verið það á FSA að þegar þeir sendu mig í skannan og sáu skattaða ósæð að þá voru þetta spurning mínútur en ekki hálftíma eða klukkutíma. Það voru hraðar hendur og mér var bjargað að ég vil meina á 11. stund. Þú lentir í slysi á vélsleða upp á Vaðlaheiði á vordögum og varst nánast allur brotinn og bramlaður. Já, ég held að sjúkraskýrslur hafi talið inn 15-16 beinbrot og ósæðar skaða hérna rétt fyrir ofan hjartað. Ég fer mjög illa og er ennþá eiga við þetta slys 5 mánuðum seinna. Hvernig gengur? Sérðu fram á að ná fullum bata? Já, ég held að þó ég kannski fari ekki í Sundvalda-auglýsinguna að göngulagið verði svolítið skakt einhvern tímann en núna á dögunum þá stóð ég upp og tók dóttir mín í fangið í fyrsta sinn uppistandandi og það var stór dagur. Já, þetta var reynsla Hallgríms Sigurðssonar. Þarna voru það mínúturnar sem skiptu máli. Það skipti máli fyrir líf hans að flugbrautin var nánast við hliðina á Landspítalanum. Þannig að hann gat komist á sem skemmstum tíma undir læknishendur. Það eru mörg hliðstæð tilfelli hér á hverju ári. Þau eru náttúrulega gríðarlega mjög mörg og við vitum þessi tölfræði að það eru 600 manns sem eru fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkurflugvallar ári. Þetta er að verið 450-500 sem hafa komið inn með flugvélum og Landhelgisgæslan hefur verið að flytja inn hérna á Landspítalann koma inn á sjúkrahúsið með 80-120 manns á ári undanfarin ár. Þannig að þetta er 600-650 manns og helmingur allra þessara sjúklinga sem eru fluttir inn koma hérna með sjúkraflugi er í lífshættu, kallað F1 og F2 á fagmálinu og þetta er fólk sem er í lífssókn. Segjum svo að flugvellinum verði lokað og það verði hugsanlega ákveðið að færa innanlandsflugið lengra frá miðju höfuðborgarinnar, jafnvel til Keflavíkur. Hvað þýddi það? Þýddi það í raun og veru endalok innanlandsflugs á Íslandi? Já, miðað við það sem við höfum hort fram á og miðað við hvernig við sjáum breytingar miðað við lengt ferðatíma að þá ef við tölum til dæmis Keflavík að þá má gera ráð fyrir að því miður muni stór hluti farþega ekki fylgja okkur þangað. Það einfaldlega hætta að nota innanlandsflugið og þar með grundvöllurinn fyrir það að mestu leyti brostin. Þannig að þetta er spurning ekki bara hvort að völlurinn á að vera hérna, heldur hvort við viljum hafa innanlandsflug. Já, í mínum huga snýst þetta svolítið það. Viljum við hafa innanlandsflug á landinu sem almenningssamgöngutæki milli landshluta eða viljum við einfaldlega að fólk ferðist í einkabílum landið? Leifur Magnússon, þú átt langan starfsaldur á baki í fluginu, bæði hjá flugmálastjórn og síðan hjá flugleiðum og Icelandair. Hver er þín skoðun? Ætlar þú að styðja áskorunum það að flugvöllurinn fá að vera áfram í Vatnsmýrinni? Já, eindregið. Ég hef verið þeirra skoðunar alla tíð. Af hverju finnst þér svona mikilvægt að flugvöllurinn sé hérna áfram? Það eru fjölda ástæður. Þessi flugvöllur er náttúrulega lykil og miðstöð innanlandsflugsins alls. Hann er mjög mikilvægur varaflugvöllur fyrir millilandaflugið Keflavík, þannig að ef hann lokast þá er því millilandaflugið Keflavíkurflugvöll óhagkvæmara og hann er náttúrulega mjög þýðingarmikill fyrir allt sjúkraflug á landinu. Því hérna hefur verið ákveðið að byggja upp miðlægar hátækni sjúkrastofnanir. Þess vegna er hann gífurlega mikilvægur að hann verði hérna áfram. Þá liggur fyrir vilji þeirra sem standa að félagsskapnum Hjartað í Reykjavík, sem sagt Reykjavíkurflugvöllur. En hvað eiga þeir að gera sem vilja styðja þessa áskorun til borgarstjórnar Reykjavíkur að hætta við að loka flugvellinum? Þeir fara bara inn á heimasíðuna lending.is. Við erum með ágætis upplýsingar þar og þar geta við skrifa undir áskoruna sem við erum með þar og stutt við málið og lending.is. Ertu bjartsýnn á að stór hluti þjóðarinnar, jafnvel meiri hlutin, styðji þessa áskorun? Það væri náttúrulega frábært að sjá sterk viðbrögð við þessu og ég tel fólk þekkir þetta mál vel. Það þarf ekki mikið að kynna sér þetta og ég tel að sé almenn vilji þjóðarinnar að taka þátt í þessu og ég vona að sýni það í verki.